Hvað segirðu, að hoppa í glæpahotnið? Það ekki? Jú, þetta Það kemur mörgum óvart að ætti ég kannski að senda þér bara. Já, sendum mér bara á Facebook. Já. Ég get bara púlað allt upp. Get ég samt lesið? Þú getur bara lesið á þínu síma. Já, góða punktur. Já. Herru, já, púlum þetta upp þá og lögum fólki að sjá þetta. Ég sendi þér bara á Facebook. Setti þetta bara á vegginn hjá mér. Nei. Ok. Og svo gerum við svona. Herru, þá er þetta komið. Herru, býttu. Þetta er einhver Sigurbjörn. Herru, ég hef ekki séð þetta áður. Nei, þetta er sko síðan séð og heyrt var. Ok. Hvað er með það? Mér þykir þetta leiðilegt, sagði Sigurbjörn Adam Baldvinsson í viðtali við MBL, en hann átti reikningsnúmerið sem birtist við falska dánartilkynningu í Morgunblaðinu á miðvikudaginn. Sigurbjörn er nokkuð vanur fjölmiðlum, en hann var séð og heyrt strákurinn í lok síðasta sumars. Sjálfur lýsti hann því að hann hefði fyrst brotið á sig þegar hann var 6 ára, en þá stal hann leikfangabissu. Ég var búinn að sjá dótabissuna í hillingum þar sem hún lá í búðaglugganum. Ég fór inn á rændinni, en það gekk ekkert upp því ég byrjaði að skjóta úr henni fyrir utan búðuna, sagði hann í viðtali við séð og heyrt. Sigurbjörn er síbrótamaður, rúmlega 20. Hann var dæmdur til fangelsisvistar fyrir fjölmörg afbrot ásamt hópi ungmanna. Býtu, hversu barnalegur ertu þú ert að stela leikfangabössu, en getur ekki beðið bara, þannig að þú ert komin aðeins í burtu, byrja bara að skjóta strax úr henni, bara Hann var náttúrulega 6 ára. Já, ok. Þegar það var sko. Já, ok. En svo gerði hann þessa dánartilkynningu. Hann feikaði dánartilkynningu í mokkanum og setti reikningsnúmer til að láta fólk að leggja inn á sig. Það er reyndar bara svolítið business minded. Já, en samt svo siðblind á sama tíma sko. Siðblind. Svo er það er meira hann segir nýti dauðan tíma. Ég ætla að halda áfram í frekara nám þegar ég losna. Nei, byrju, ég ætla að lesa þetta fyrst. Ég fíla best að vera á stolnum bíl á 140 km hraða með stelpur í bílnum á löggun á eftir mér. Þá er ég í toppstandi. Þetta er litli gæð. Svo kemur hann. Er ljóst hvort þessar áætlanir hafa breyst síðan kreppan skalla á, en viðskiptafræðingar hafa kannski ekki jafn mikið að gera í dag og áður. Þegar séð og heyrt ræddi við hann í haust, sagði hann mikinn dauðan tíma á hrauninu. Tíma sem hann reyndi að nýti í námið. Hérna er tilkynningin. Já. Ástkæru veiðmaður, faðir og sonur eða eitthvað. Já. Ekki látir þetta síðan. Já. Shit. Einn í fantaformi þrátt fyrir tilkynningu. Svo grínverður lögreglumál. Það var á miðvikudaginn sem dánartilkynning birtist í Morgunblaðinu, en þar stóð að Hákon Rúnar Jónsson væri látinn. Hann var sagður hafa látist eftir langvarandi veikindi. Neðst í dánartilkynningunni stóðu þeir sem vildi minnast Hákons getur lagt fé inn á reikning Krabbamins rannsóknardeildar Landspítalans. Undir því var svo reikningsnúmer. Í ljós kom að Hákon var alls ekki látinn og reikningsnúmeri var að sjálfsögðu ekki í Landspítalans. Það var í eigu Sigurbjörn Adams. Þetta er svo... Já, þetta er fallegt. Og svo kemur glataðar sumarbúðir. Ég fíla best að vera á stolnum bíl á 140 km hraða með stelpur í bílnum á löggun og eftir mér. Þá er ég í toppstandi. Þetta er einhver mesta alfa setning sem ég sé. Já, svo segir hann. En það er bara svo sjúkt ástand og það kemur alltaf á sama stað sem er Litla-Hraun. Já. Þetta minnir margt á sumarbúðir en er samt glatað, sagði Sigurbjörn. Í viðtali við séð og heyrt í haust, en þá stilti hann sér upp olíuborin fyrir framan ljósmyndarann. Í viðtalinu við séð og heyrt sagði Sigurbjörn Adam upplifa Litla-Hraun sem heldur glataðar sumarbúðir, sem virðið sem hann sé upp áfinningasamur í sumarbúðunum. Sko, hvar er hann í dag? Það er nefnilega spurning, sko. Ég get sagt þér að konum bara fréttum mann 1. desember 2023. Já. Hlaut dóm fyrir líkamsárásir og 2 samfanga sín á Litla-Hrauninu. Hann er á hrauninu. Já. Aja. Þannig að það hefur sennilega lítið breyst. Já, gert að greiða miskabætur 20 ára brotafiðil, já. Hann er óþekkur, það vantar ekki. Já, þetta er enda rosalegt. Ég bara þakka Gunnum sem sendi mér þetta kellaði fyrir. Já, þetta var glæsilegt. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á broadcast.is. Það er áskrift.